Good morning and happy Sabbath. Hi, good morning, happy Sabbath. Góðan daginn og verið velkomin. I would like to welcome everybody. Langar til að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin. It's nice to see you all. Gott að sjá ykkur öll. Today is not that much good weather, but we are blessed to be here. Veðrið svona svolítið rysjótt í dag. Við erum blessuð að vera hér öll saman. And I would like you to look at your seatmates and greet them happy Sabbath. Mér langar til þess að þið snúið ykkur að næsta manni og bjóðu þeim gleðilegan hvítadag. Just give them your sweet smile and greet them happy Sabbath. Brosið þið fallega og segið þið gleðilegan hvítadag. I would like to welcome also those who are watching online. Við líka bjóða þá velkomni sem að horfa á netinu. Today we have announcements to make. Það eru þetta tilkynningar í dag eins og venjulega. We have our thrift store every Thursday from 14 to 18. Við erum með búðin okkar opna alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 2 til 6. And our prayer meeting every Tuesday at 12. Bænasamkoma, gleymum ekki henni á þriðjudögum alltaf klukkan 12. And everybody's invited to our soup kitchen on Tuesdays from 18 to 20. Og allir eru velkomni að koma til okkar í súpustofuna á þriðjudögum frá klukkan 6 til 8. And I have two more special announcements. Tvent annað sem langar til að nefna. Next Sabbath. Síðan næsta hvítadag. Is it next Sabbath? Yeah, 11th of April we will have our communion service. 11. apríl þá munum við hafa okkar kvöldmáltíðar athöfn hér í kirkjunni. And on April 12th, og á 12. apríl, sunnudaginn, everybody's invited for our Philip Says Kanmat. Þá kemur sérstaklega matarhátíð á Philip Says matarhátíð. It will be in Hafnarfjörður Church at 5 o'clock. Klukkan 5 á sunnudeginum. Þetta í Hafnarfjörði í Loftsalnum. Okay, so let us proceed to our opening song, which is found in 131, Old Rugged Cross. Og við syngjum fyrsta salmin okkar, nummer 131, upp á hæðinni miklu. Can I invite everybody to stand? Sir
Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt til þess að lofa þig. Við komum að þessari mestu hátíð kristinna manna þegar við minnumst páskana, minnumst þess sem þú gerðir fyrir okkur. Að þú komst til þess að líða og deyja og þú hvíldist á hvíldadeginum og þú reist upp á páskadegi. Drottinn, þetta er svo undursamlegasta kraftaverk sem nokkuð tímann hefur gerst og sem hefur áhrif á alla heimsbyggðina, áhrif á alla menn. Drottinn, við lofum þig og þökkum fyrir það sem þú hefur fyrir okkur gert. Og Drottinn, við leggjum fyrir þig líka í kirkjustarfið okkar, hvern og einn einstakling sem þarf á þér að halda. Vilt þú vera hjá þeim sem þjást og líða, þeim sem eru einmana, þeim sem á einn eða annan hátt er að glíma við erfiðleika. Vilt þú vera hjá þeim, Drottinn, eins og bara þú getur gert. Við lofum þig og þökkum og lofum þig fyrir það líka að við horfum fram til framtíðar og eigum von í þér, stórkostlega von að þú komir aftur til þess að binda endi á sögu þessa heims og gefur okkur nýtt líf og nýja möguleika. Við lofum og þökkum þig í Jesú blessaða nafni. Amen. For our tithes and offerings, Og í tíund og gjafir, our tithes and offering, if you have your tithes, you can send it to our account number. það hér möguleiki að leggja inn ef að einhver vill styðja við starfið, þá er möguleiki að leggja þeim á netið, á bankareikning kirkjunar. And for our offerings, we have this red bag and where you can put your offering for the church. Svo erum við líka með póka hér þar sem að þetta er að leggja inn fyrir rauða pókan í kirkjustarfið og svo er brúna pókan fyrir hvíldarskóla eða boðun starfs allan heim. Okay, so our brown bag is for the mission all over the world. Já. Let's bow down our heads for prayer. Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir, að þú gefur okkur ríkulega og stórkostlega ávalt. Drottinn, við biðjum þig að blessa þær gjafir sem lagðar eru fram núna. Mættu það vera til blessunar starfinu og vilt þú margfalda þær gjafir og leggjum þær alla í þína hand og biðjum í Jesú nafni. Amen. Our next song will be in page number 400. There's a balm in Gilead. Og svo er næsti sálmur hjá okkur. Guð gaf smyrsli Gilead, það er á sálmur nummer 400. Amen.
Góðan daginn, ég ætla að lesa ritningaversi sem að ræðumaður hefur valið. Það er tekið úr 24. kafla Lúkasarguðspjalli frá 37. versi til 40. og 5. til og með 45. versi. Friður sé með yður. Nú voru þeir að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður. En þeir skelfdust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur, en gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuði og voru furðu lostnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér hér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þá, þessi er merking orða minna sem ég talaði við yður meðan ég var enn meðal yðar, að þér rætast ætti allt það sem mig er ritað í lögmáli Móse og spámönnunum og sálmunum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Amen. Við skulum biðja. Heilagi himneski Faðir, þakka þér fyrir son þinn Jesú Krist. Þakka þér fyrir það sem hann gerði fyrir okkur á Golgata. Hann hreinsaði okkur af syndinni og gaf okkur þá náð sem við þörfnustum á degi hverjum. Ég bið þig að blessa hvern og einn sem hér er, Faðir minn. Ég bið þig að hlusta og heyra hverja hljóðlátu bæn sem hér fer fram. Ég bið þig að vera með þeim sem eru sjúkir. Ég bið þig að vera með þeim sem syrgja. Ég bið þig að hugga og styðja, Faðir minn. Ég bið þig að blessa. Ég bið þig að blessa kirkjustarfið. Ég bið þig að blessa unga fólki sem til í kirkjunni sérstaklega. Ég bið þig að blessa starfið sem fer fram á Hlíðardaskóla. Ég bið þig að blessa alla sem koma að á einn eða annan hátt í sambandi við kirkjuna þína, Faðir minn. Ég bið þig að blessa ræðumanninn þegar hann fer með orð þitt og það verði blessun og þinn heilagi andi verði hér yfir og allt kring. Ég bið í Jesú nafni. Amen. To comfort me when things weren't going my way. He said to me, I will comfort you and lift your cares away. I asked the Lord to walk with me when darkness was all that I knew. He
He said to me, never be afraid, for I will see you through. I didn't ask for riches, He gave me wealth untold. The moon, the star, the sun in the sky, He gave me eyes to behold. I thank the Lord for everything, and I count my blessings each day. He said to me, when I needed Him, He's only a prayer away, and He'll come to you if you ask Him to. He's only a prayer away. Takk innilega, hjartans þakkir fyrir fallega söng. Thank you, Jenny, for a lovely, lovely song. Og gleðilega páska. Stórkostlega hátíð kristinna manna páskarnir. Og ég heilsa ykkur í Jesú nafni og páskarnir eru hátíð lífsins, hátíð fyrirgefningarinnar, hátíð nýrra tækifæra, hátíð vonaríkrar framtíðar. Og mættum við sem erum hér boða þessa blessun páskana og breiða út boðskap og áhrif páskana í verki og í orði. Innihald versana sem Guðmundur las hérna áðan fyrir okkur, sem tekið þarna úr Lúkasar Guðspjallinu 24. kafla, eru í raun dásamlegri en orð frá lýst. Stórkostlegur kafli. Í þessum kafla sagt frá gröfinni sem var tóm. Það talað hvernig Jesús birtist lærisveinum sínum á leiðinni til Emmaus og líka í salnum þar sem þau hittust, og líka talað himnaför Jesú. En nú hvað sér, eitthvað sem ég geti gert? Það nefnilega það, Jón. En nú trúa menn þessu kannski ekki almennt séð. Það er ekki bókstaflega eða hvað. Margir vildu orða þetta þannig að eftir dauða Jesú þá upplifðu lærisveinarnir nærveru Jesú. Að þeir fundu fyrir því að hann var nálægur þeim. Pétur fann það á sér einhvern veginn að Jesús hefði fyrirgefið honum svik hans. Og svo sagt
að þegar lærisveinarnir féllu frá, einn eftir annan, þá byrjuðu fylgjendur hans að finna leiðir til þess að tjá þessa andlegu reynslu og helgisögur urðu til upprisuna, tákgrænar frásagnir æðri andlegan sannleika. Er þetta rétt? Ég segi að það hafi ekki verið meira heldur en bara þetta. En ef þú lest úr Lúkasi 24. kafla, þá sannfærumst við allt annað. Við lásum áðan hér að lítið á hendur mínar, segir hann, og fætur, og þau að það er ég sjálfur, þreifið á mér og gjaldið að, hefur andi, hold og bein eins og þið sjáuð að ég hef. Hafið þið nokkuð til matar? Eru þið með eitthvað sem ég get borðað? Gefið mér eitthvað að borða. Og svo þau gáfu honum bita af steiktum fiski og hann borðaði hann. Þarna á staðnum. Jesús borðaði fisk með lærisveinum sínum. Hvaða andlegur sannleikur er tjáður hér á eitthvað tákgrænan hátt? Boðskapurinn hér er þessi: ég er ekki bara tákn, ég er ekki bara einhver hughrif, ég er ekki bara einhver mynd, ekki bara einhvers konar andleg nærvera, ég er hér, hönd og bein, þreifið á mér, gefið mér eitthvað að borða. Hvers vegna eru þessi samskipti tilgreind í textanum hérna? Akkur kemur þetta fram svona? Augljóslega vegna þess að þetta gerðist í raun og veru. Allur kaflinn einkennist af því að hann byggir á frásögn sjónavotta, ekki á skáldskap. Það er svo yndislegt að vita til þess og vera sannfærð það. Fyrstu vitnin að upprisunni voru konur. Það gæti talist óheppilegt, því að í Ísrael og á meðal Rómverja var vitnisburður kvenna ekki talinn gildur, allavega ekki fyrir dómstólum. Í helgisögu upprisu Jesú væri það því óvitulegt að tilgreina konur sem fyrstu sjónavotta. Það myndi draga úr trúverðuleika sögunar. Það er bara ein ástæða fyrir því að Lúkas tilgreinir konur sem fyrstu sjónavotta. Það er að það voru þær í raun og veru. En það er athyglisverðast að kemur fram í 50. og öðru versinu hér. Þau féllu fram og tilbáðu hann. Hvaða fólk var þetta? Jú, þetta voru gyðingar. Allt þetta fólk voru gyðingar. Og það að tilbiðja mannveru sem væri hann Guð. Gyðingar höfðu og hafa enn þennan einstaka skilning á Guði. Þeir gátu ekki einu sinni nefnt nafn Guðs af því að hann var svo heilagur. Og hér eru þau að tilbiðja mann. Hvernig mátti það vera? Ekki þróaðist þetta á löngum tíma í fleiri kynslóðum, einhverju sögur eða einhver hefð. Nei, það gerðist eitthvað sem gerbylti viðhorfið þeirra. Þarna á þessu augnabliki
Og þú veist hvað það er. Það var þessi sögulega staðreynd, þau sáu hann. Þau sáu hann. Upprisan var ekki boðuð í frumkirkjunni sem tákgræn tjáning á undursamlegum æðri sannleika, heldur sem staðreynd, ófrávíkjanleg, viðhorfs umbreytandi, óumflýjanleg staðreynd. Og þannig eru staðreyndir. Það er ekki hægt að segja, já, mér líkar þær ekki. Staðreyndir eru ósveigjanlegar. En fer kannski ekki vel í okkur, í okkar menningarheimi nú á dögum. Nú viljum við kannski eiga val, að við getum valið, líka við eða ekki. Kristindómurinn var guðlast í eyrum Sáls sem síðar varð Páll. Engin þörf fyrir musteri framar eða fyrir fórnir vegna synda. Þetta var syndsamlegt tal. Hann var farísei og hann hneykslaðist af grunnhugmynd kristninnar. Og þangað til hann mætti hinum uppreisna Kristi, þá hætti það að hafa þýðingu hvað honum líkaði eða mislíkaði. Það skipti ekki lengur máli því að hann stóð frammi fyrir staðreyndinni. Og í dag þá lesa margir einhverjar trúarkenningar og bregðast svo við með því að ákveða hvort þeim líkar þetta eða hitt. Margir líta á Biblíuna og segja, það er nú hluti í Biblíunni sem mér líkar ekki við. Það er eitthvað sem passar ekki. Eru menn þá að segja, úr því að það er atriði í Biblíunni sem okkur líkar ekki við, þá getum við ekki trúa því að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Kannski ekki. Kjarni málsins er að ef að Jesús var reistur frá dauðum, þá varpar það ljósi á allt sem er að finna í Biblíunni. Það varpar ljósi á alla Biblíuna. Sannleikurinn er sá að Páll hneykslaðist miklu meira á kristninni en flest okkar í okkar samfélagi og okkar tímum í dag hneykslast. Hann lét taka kristna menn af lífi. En þegar hann skildi að Jesús hafði risið frá dauðum, þá skipti það ekki lengur máli hvað hneykslaði hann. Vegna þess að þetta var sannleikurinn sjálfur. Upprisan er viðmiðs umbreytandi sögulegur viðburður og upprisan er lykillinn að skilningi á ritningunni allri. Engillinn sem sagði við konurnar sem komu fyrst til grafarinnar, minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galileu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á þriðja degi. Svo stendur, þær minntust orða hans. Upprisan hjálpaði þeim að skilja orð Krists. Í ljósi upprisunar eru orð Jesú ekki eins óskiljanleg eins og ella. Emmaus frásögnin er einhversu mest heillandi í allri Biblíunni.
Og þar segja göngumennirnir tveir við Jesú, æðstu prestar og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossfestu hann. Við vonuðum að hann væri sá leysa myndi Ísrael, en hann var krossfestur. Og Jesús segir við á, skilningslausu menn, sem svo tregir til að trúa því öllu sem spámennir hafa sagt fyrir átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína. Og hann byrjaði á Móse og öllum spámennunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Krossdauði Krists og upprisa hans skýrir út og opnar alla ritninguna. Og þegar við lesum Biblíuna verðum við að hafa þetta í huga. Allt efni hennar leiðir til skilnings á Jesú, þjónustu hans og viðmóti og það skýrir alla Biblíuna. Hann frelsarinn sem koma skyldi og sem hættir ekki bara lífi sínu, heldur leggur líf sitt í sölurnar og gefur okkur miklu meira en það sem við getum nokkuð tíman búist við, miklu meira en við nokkuð tíman verðskuldum. Og þegar konurnar höfðu orðið vitni að upprísunni, sögðu þær hinum 11 frá þessu, og þegar mennirnir frá Emmaus komu til Jerúsalem aftur, sögðu þeir hinum 11 frá því sem þeir höfðu séð. Og Jesús segir, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum og taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið eru vottar þessa. Vottar hvers? Vottar upprísunar. Þekking á upprísunni gefur þér boðskap fyrir heiminn. Það grunnurinn. Upprísan gefur okkur einnig von fyrir framtíðina. Og þegar ég fylgist með heimsmálunum vitni að ólýsanlegum eyðileggingum í heiminum, ólýsanlegri grimmd og voðaverkum, þá nauðsynlegt að eiga þessa von. Í Biblíunni sjáum við myndlíkingu hafið sem íverustað hins illa. Þetta sjáum við í sköpunarsögunni. Við sjáum þetta í sögunni Nóa, í útgöngunni frá Egyptalandi, sjáum þetta í Sálmunum, í Spámanunum, eins og til dæmis hjá Jesaja, og jafnvel í Guðspjallunum, þar sem Jesús skipar hafinu að vera kyrrt. En þetta nær hámarki í Ópererbókinni í 21. kafla, þar sem Jóhannes segir frá sýn nýjan himinn og nýja jörð, og hann segir, og hafið var ekki framar til. Hafið var ekki framar til. Hefur íhugað hvað það þýðir í textanum að segja að hafið ekki framar til? Þýðir það að það verður ekkert haf, ekkert vatn á nýju jörð? Nei, en þetta myndlíking sem við skiljum þegar við sjáum hvað hafið táknar í ritningunni.
það sem Jóhannes að segja, að í fullkominni sköpun Guðs, í nýjum himni og nýrri jörð, verður engin samastaður fyrir því illa. Guð mun sigra allt hið illa. Þetta því vonin að sá dagur komi þegar hafið verður ekki lengur til. Þrár okkar, langanir munu rætast á þeim degi. Allt verður fullkomnað fyrir þá sem berast á banaspjótum á okkar tímum, fyrir okkur öll, að Páll segir að öll sköpunin stynji af endurvæntingu þess dags þegar hún verður laus frá glundroða og illsku syndar, fram til þess dags meðan við megum við halda fast í þann sannleika að allt muni samverka til góðs fyrir þau sem elska Guð og eru kölluð samkvæmt ákvörðun hans. Trúir þessu? Trúir þessu í raun og veru að þetta sé sannleikurinn, að þetta sé raunveruleikinn? Trúir því að við eigum Guð sem þráir að endurleysa og að endurreisa alla sköpun og taka allt sem illt og umbreyta því til góðs. Sönnun þess alls hvergi meira en minna en hvað? Upprisan. Að Kristur braut hlekki dauðans og gaf nýjan veruleika, upprisan. Dýrleg sýn birtist spámanninum sem við þekkjum svo vel. Úlfur og lamb verður saman á beit, ljón mun bíta gras eins og naut og mold verður fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu þau vinna mein né gera skaða, segir drottinn Guð. Þetta satt? Þetta virkilega raunveruleikinn? Postulinn lætur sig dreyma. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns. Það allt hefur Guð fyrirbúið þeim hann elska. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Amen. För Lukasalmer nummer 240. Við eigum öll að standa.
Við skulum meðtaka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesu nafni. Amen. You may all sit down. Excited. Tack för att komma. Thank you for coming. Och tack för Maria Aspila och Dexter utsending och Eric och Jenny och Laila lika. And vi schaus our nästa lagare. Och we'd like to welcome you to have our little small, how do I say this one? Gathering here to have our fellowship together. So thank you so much for coming today and hope to see you next Sabbath. And glädjeligen kuldertag.